Flestir nemar hafa heyrt háskóladansinn, en félagið býður upp á námskeið í ýmsum dönsum, svo sem salsa, swing og lindy hop. En nemendur í háskóladansinum gera meira en að mæta í danskennslu, því að sérstök danskvöld eru haldin fyrir dansarana. Hér á Solon Bistro mikið fjör á sunnudagskvöldum, en þá geta swing rock'n'roll dansarar slett úr klaufunum. En í dag konudagur og mjög góð mæting, eins og sést hér fyrir aftan. Hverjir mega mæta á þessu kvöld? Á danskvöld, bara allir. Og það eru stundum á sumum danskvöldum þá höfum við svona byrjendakennslu fyrsta hálftíman og það er bara auglýst á Facebook-eventnum. En danskvöldin eru samt fyrir þá sem eru búin að vera að mæta í tímana til þess að koma og æfa sig, eins og að læra tungumál. Maður lærir það ekkert almennilega í tímanum, þá lærir maður bara að setja saman orðin, en svo verður maður að fara að tala þau. Þannig að þessin eru danskvöldin, bara fyrir okkur til þess að eiga svona sósíal kvöld og félagskvöld og hittast og dansa og hafa gaman. Hvað ertu búin að lengi að dansa í háskóladansinum? Háskóladansinum? Háskóladansinum er kannski búin að hálft ár, en svona tegund af dansi kannski 5 ár. Er þetta alltaf gaman? Sko, fyrst þú byrjar, þetta er svolítið svona styrt, en leið þetta byrjar að fatta þetta, þá verður þetta alveg ógeðslega gaman. Og þetta er náttúrulega má líka hafa gott fólk, en leið þú finnur rétta staðinn, þá er þetta alveg geggjað, sko. Af hverju byrjaðirðu í háskóladansinum? Sko, ég var í verkfræði upp í háskóla og maður þekki bara verkfræðinga og síðan fann ég út að þeir voru að kenna dans upp í skólan. Ég fór bara þangað til að kynnast fólki fyrir utan verkfræði og síðan hætti ég bara aldrei að dansa. Njáll var fljótur að bjóða fréttamanni upp í dans, enda eru háskóladansarar vanir því að skipta oft dansfélaga svo að allir geti tekið þátt. Það er því alls ekki nauðsynlegt að mæta með dansfélaga á svæðið. Danskvöldin eru opin fyrir öllum. Hvort þeir eru búin að vera að mæta í háskóladansin í mörg ár eða ekki búin að mæta lengi og vilja koma aftur eða eru bara ekki búin að læra neitt í dans og vilja bara koma og sjá hvað er að gerast.